Töluvert hefur verið rætt það að Akureyri geti orðið kolefnishlutlaus og ákveðið að starta í rauninni samstarfsverkefni þar og þið eru hérna mættir í dag, hvað er að gerast eiginlega? Já, við erum að opna formlega þessi grænu stæði sem að verða hérna við Hof og eins líka við Ráðhúsið og þetta eru stæði sem við náttúrulega, sem eru svo sem þekkt víða land og víða heim, það sem við erum að bjóða upp á það að þeir sem eru á ökutæki sem eru ganga fyrir rafmagni eða metani eða endurnýtanlegum orkugjöfum að þeir geti notað þessi stæði að sjálfsögðu á kostnaðarlausu og reyndar erum við náttúrulega með sérstök stæði hér á Akureyri sem notað sem bílaklukkur eins og við þekkjum en þessi stæði eru náttúrulega aðalega hugsuð fyrir þessi ökutæki. Og þetta samstarf, segðu okkur aðeins frá því, í hverju felst það og hvað máli skiptir það að bærinn taki eitthvað þátt í? Já, bærinn stefnir á því að það er yfirlýst markmið á bænum að vera kolefnishlutlaust bæjarfélag. Þar höfum við horft fyrst á heimilin, að heimilin geti státað því að vera kolefnishlutlaus og að því að við búum svo vel að vera með hitaveitu og grænt rafmagn að þá eigum við fátt annað eftir heldur en það sem við, sorpið okkar og úrganginn og svo samgöngunar okkar. Við sem svona bæjarbúar það sem við notum frá degi til dags. Akureyri í 2008 og 2009 byggði hérna jarðgerðarstöð, þannig að Akureyringar í dag setja allan sinn lífrænan úrgang í jarðgerðarstöð sem er mjög góður farvegur fyrir þannig að þar höfum við náð miklum árangri. Þannig að það sem við eigum í rauninni eftir eru bílarnir okkar og það er stóra verkefni núna að draga úr koltvísýringsmengun frá umferðinni. Eitt af því sem hefur töluvert verið rætt er hvort að það eigi ekki að vera hraðhleðslustöðvar á Akureyri og jafnvel sagt bara það er hreinlega hneyksli að það sé ekki komið. Getur bærinn eða ætlar hann eða vill hann með einhverjum hætti koma að því? Já, það er hluti af þessu verkefni hérna, að við munum koma slíkum stöðum upp og það gerum við í samstarfi við aðila sem að hafa þekkingu og reynslu á því sviði. Þannig að það mun koma hérna hjá okkur og svo náttúrulega það eru þó nokkuð misseri síðan, ég man ekki nákvæmlega hversu langt síðan við náttúrulega opnuðum metanstöðina okkar hérna upp við mjólkursamlaða þar. Þannig að vissulega erum við náttúrulega að bjóða upp á það að menn geti fundið þessu orkugjafi hérna og nýtt sér á því að það skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Hvað með bara bílaflota bæjarins? Já, við erum sko með hluta af okkar bílaflota sem sagt á endurnýtanlegri orku. Við erum með sko reiðhjól sem bæði fólk getur hjóla á en er líka sko rafknúin til dæmis á bæjarskrifstofunum. Og við vorum hérna með lífdísil á strætisvögnunum hjá okkur og hefur þar kom smá bið í það mál en við vorum að nota lífdísil á strætisvögnuna. Og síðan er alltaf bara markmið að taka upp annað vera með til dæmis rafmagnsstrætisvagna eða metanvagna. Og síðan erum við náttúrulega í samstarfi við aðila sem eru að nota metanbíla eins og við náttúrulega erum með sorpbílana og annað. Það var náttúrulega ástæða til þess að þeir horfðu til þessa orkugjafa líka. Þannig að bærinn ætlar sér og hefur nú þegar byrjað og sýnt og ætlar sér áfram að fara í þessa átt. Svo sannarlega. Og svo náttúrulega Norðurorka sem er náttúrulega orkufyrirtæki okkar, þeir eru með rafmagnsbíla á sínu snæðu. Þannig að við erum víða sem við erum að gera þetta en við stefnum að fara að ganga enn lengra. Og sem dæmi, bara gaman að segja frá því að þegar við erum að taka bílaleigubíla og erum að nýta okkur það á sjálfsögðu þegar við þurfum að fara fyrir Reykjavík að þá höfum við verið að taka rafmagnsbíla á leigu hjá, til dæmis eins og hjá bílaleigu Akureyrar og það er svona allavega ekki orðið yfirlýst markmið en við höfum verið að beina starfsfólkinu okkar að því að nýta slíkan kost þegar við erum að nota ökutæki annars staðar heldur en bara á Akureyri. Og þetta hlýtur að vera gríðarlega mikilvægt inn í þessu samstarfsverkefni og kannski fordæmisgefandi fyrir önnur fyrirtæki á svæðinu eða hvað? Og á Íslandi auðvitað? Já, algjörlega. Þetta er einu bílasýning hérna í dag líka að flestir þessara bíla í dag hafa drægni bara eða eru á hreinu rafmagni yfir 140-150 km og mörg fyrirtæki, iðnaðarmenn og alls konar fyrirtæki hérna í bænum er ekkert að nota meira á hverjum degi. Og þetta er alveg upplagt fyrir svona starfsemi sem þurfa að skutlast bara hérna innanbæjar. Nú eins og leigubílar og fleiri vonandi koma allir með okkur í þetta. Eins og Eiríkur nefnir með strætó, við erum að vinna í því og þetta er bara upphafað einhverju sko. Það er eins og við höfum sagt sko, framtíðin er komin, hún er hérna núna sko. Það er ekkert að bíða eftir neinu, það eru allar gerðir af bílum til
metan, bensín blandaðir og eins og sjáum eins og skótan að það hægt að keyra til Reykjavíkur á metaninu. Hann með það stóra metantank að þú kemst hérna til Reykjavíkur á metaninu. En svona smá kannski loka orð frá þér Eiríkur kannski til bara bæjarbúa. Við kannski getum ekki öll keypt okkur rafmagnsbíl á morgun, en hvað getum við að þínu mati gert samt? Við getum það gert ýmislegt. Við getum alltaf bara til dæmis sparað orku með ýmsum hætti, bara á okkar heimilum og verið svolítið bara meðvituð það sem við erum að gera. Sko við vissulega eigum við nóga vatni og við eigum næga orku í landinu, en við þurfum að vera miklu meðvituð um hvernig við nýtum þetta og það eigum við að gera heima og það er það sem við getum gert. Og svo eru náttúrulega Akureyringar mjög duglegir að flokka sorp og það er það sem við erum meðal að nýta frá heimilunum, að spara það sem við erum að setja niður í jörðina og nýta frekar í endurnýtanlega, að endurnýta, við getum bara orðað þannig.